Fundur settur í Borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 16. apríl 2013 og tekið fyrir fyrsta mál fundarins sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks löggæslumálefni. Og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að kynna svohljóðandi tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins löggæslumálefni. Tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að beita sér fyrir því að komið verði á fót samstarfsnefnd lögreglu og Reykjavíkurborgar löggæslumálefni. Nefndin verði vettvangur fyrir samskipti og samstarf lögreglunnar og Reykjavíkurborgar og geri tillögur málefnum í málefnum varða löggæslu í borginni. Af hálfu Reykjavíkurborgar verði nefndin skipuð kjörnum fulltrúum. Borgarstjóra falið að vinna að málinu og leita eftir samstarfi við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu vegna þess. Þetta mál á sér svolítinn aðdraganda. Það má kannski fyrst nefna að öll hljótu að vera sammála það að löggæslan frumskylda hins opinbera. Það talið að lögreglan sé elsta borgarlega stofnunin og víðum heim heiti lögreglunnar henni einmitt dregið af gríska orðinu polis sem notað var borgríki í Grikklandi til forna. Hlutverk lögreglunnar mjög mikilvægt og snertir auðvitað alla íbúa borgarinnar, halda upp í allsherjarreglu, stemma stigu við afbrotum og greiða götu borgarinnar. Í ljósi mikilvægis lögreglunnar æskilegt að gott samstarf og greið samskipti séu ætíð á milli borgarstjórnar og lögreglu yfirvalda. Eins og segir í tillögunni þá yrði nefndin vettvangur fyrir samskipti og samstarf lögreglunnar og borgarinnar. Þannig að við úrlausn margvíslegra viðfangsefna samvinna þessara aðila nauðsynleg ef árangur á að nást, ekki síst í forvarnarmálum. Þarna þurfa menn að stilla saman strengi sína. Nefndin taki fyrir tillögur úrbætur í málefnum varða löggæslu í borginni. Síðast en ekki síst þá gæti nefndin staðið fyrir opnum fundum löggæslu og öryggismál í Reykjavík og unnið úr ábendingum frá almenningi sem ætíð koma fram á slíkum fundum. Það var þannig að í áratugi þá var reyndar slík nefnd starfandi hér í Reykjavík. Hún var starfandi ekki samkvæmt lögum, heldur samkvæmt sérstöku samkomulagi lögreglustjóra og borgarstjóra. Nefndarmenn voru 4, 2 frá lögreglunni og 2 menn kosnir af borgarstjórn. Ég sat í þessari nefnd á sínum tíma í eitt kjörtímabil og þekki því allvel til starfa nefndarinnar eins og hún starfaði á þeim tíma. Og að mínu mati þá var þessi nefnd mjög þörf. Samstarfið í nefndinni var ætíð gott. Þar var bara gott samstarf bæði milli fulltrúa lögreglunnar og borgarinnar og líka runni milli þeirra tveggja borgarfulltrúa sem sátu í nefndinni. Annar kom frá meirihluta og hinn frá minnihluta. Þannig að nefndin var í mörg ár mikilvægur vettvangur fyrir samskipti og samstarf yfirstjórnar löggunnar og borgarfulltrúa. En árið 2007 þá var nefndin lögð niður vegna þess að þá var talið að þá var verið að samþykkja breytingar á lögreglulögunum og það var verið að stofna lögregluumdæmi út allt land og það var meðal annars mikil breyting hér á höfuðborgarsvæðinu því að þá voru nokkur lögregluumdæmi sameinuð í eitt og hugmyndin var svo með þessum breytingum að ný nefnd yrði stofnuð með þátttöku kjörinna fulltrúa sem myndi leysa hina gömlu af hólmi. Og það var í trausti þess eða með því fororði sem við lögðum nefndina niður hér í borgarstjórn. En málið hins vegar það að nefndin var aldrei þessi nefnd sem kveðið á í lögum. Það stendur í 12. grein lögreglulaga að það skuli starfa sérstakar samstarfsnefndir lögreglu og sveitarfélaga í hverju lögregluumdæmi. En hún sem sagt hún hefur aldrei verið kölluð saman mér vitalega. En á hitt ber að líta að það hefur verið margvíslegt samstarf eiga síður milli lögreglunnar og borgarinnar. Þetta samstarf lagðist ekkert af. En að einhverju leyti
Einhverju leyti hefur samstarfið farið inn á vettvang SSH, Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og þar skilst mér að það er stjórn sem hittist þetta mánaðarlega og mér skilst að löggæslumálefni séu tekin þar til umræðu það bil einu sinni á ári og það sé bara bókað inn að það séu löggæslumál til umræðu en það er ekkert bókað sérstaklega út af einhverjum hvaða málefni sérstaklega verið að ræða endilega held ég. Og síðan er það líka þannig að mér skilst að það sé allgott samstarf á milli borgarstjóra og lögreglustjóra. Þeir hittist reglulega og fari yfir það sem svona efst er á baugi og skiptast örugglega á hugmyndum og eiga í ákveðnu samstarfi og ég er mjög ánægður með þetta samstarf og ég held að það megi alls ekki leggja af. En ég sé fyrir mér að slík nefnd gæti orðið eitthvað svona viðbót og vegna þess að það þó að samstarfi kunna vera gott á milli borgarstjóra og lögreglustjóra þá eru það fyrst og fremst kannski 1-2 embættismenn að tala saman. Borgarstjóri er æðsti embættismaður borgarinnar og þeir fundir sem hann auðvitað fer á hitta aðra embættismenn. Það eru embættisfundir í sjálfu sér, þannig að það er einn embættismaður að tala við annan. En hugmyndin með þessari löggæslunefnd á sínum tíma var það að hún yrði svona lýðræðislegu vettvangur borgarfulltrúanna. Það kæmi þá einn frá meirihluta og annar frá minnihluta. Skilaði af sér fundargerðum sem síðan verið hægt að ræða í borgarstjórn. Þá eru mál sett á dagskrá og þau eru rædd og oft fundin einhver niðurstaða. Þannig að það er alveg mörgu leyti kjörin og opinn lýðræðislegu vettvangur, eða ekki opinn en fer fram svona með, það geta allir kynnt sér þær fundargerðir sem þær eru ritaðar. En þegar að eðli málsins samkvæmt, þegar að 2 embættismenn tala saman, þó þau komist ofta góðri niðurstöðu, þá ég held að það sé ekki fundargerðir af þessum fundum og það er kannski erfitt að átta sig á því hvað það fer fram. Ég held samt að slíkt samtal embættismanna sé mjög nauðsynlegt og þarf að eiga sér stað en ég verð að segja eins og að hafandi setið í þessari nefnd á sínum tíma, þá sakna ég þess vettvangs. Ég man eftir því að við vorum oft við fáum, eins og við vitið, þá fáum við borgarfulltrúar fáum mjög oft ábendingar löggæslu málefni og þá höfðum við þessa nefnd, gátum farið með þessi málefni inn í nefndina og bókað þau inn, þau voru rædd og fundið niðurstöðu. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir borgarfulltrúa að hafa slíkan vettvang, geta tekið málin upp og rættu með þeim hætti og þó að embættismenn séu allir að vilja gerði til þess að koma okkar málum til leiðar líka. Nú, það má hugsa sér auðvitað það að þessi nefnd sem er kveðið á í 12. grein lögreglulaga og hefur aldrei komið saman, að hún komi saman og þetta viðfangsefni sé bara leyst þannig, en þá segi ég á móti að vegna stærðar, ég sakna þessi sjálfur sér ekki ég myndi sjálfur sér ekki sakna þeirra nefndar ef við hefðum aðra nefnd sem myndi eingöngu sinna málum í Reykjavík og ég segi heldur fram að vegna stærðar Reykjavíkur, það hér eru 120.000 manns, stór hluti þjóðarinnar, það mælir margt með því að sérstök nefnd annist þetta hlutverk hér í Reykjavík eins og tíðkast í áratugi. Ef þessi nefnd sem aldrei verið kölluð saman, ef hún yrði kölluð saman samkvæmt 12. grein lögreglulaga, þá er gert ráð fyrir að sú nefnd yrði 3 manna. Lögreglustjórinn í Reykjavík yrði formaður og svo kemur 2 fulltrúar frá sveitarfélögunum með lögregluumdæminu. Og þá sáum við það, í þessu lögregluumdæmi eru 7 eða 8 sveitarfélög og þau myndi þá vantanlega skiptast á að skipa fulltrúi í þessari nefnd og það væri þá rauninni, það væri ekki tryggt og ekkert öruggt að Reykjavík hefði ættið fulltrúi í þessari nefnd. Það er líklega að Reykjavík fengi fulltrúin í nefndina á nokkur ára fresti sem ég til óviðunandi miðað við mikilvægis málaflokksins og stærðar borgarinnar. Nú, já, ég semst til þörf fyrir að við endurvekja hennar lýðræðislega samráðsvettvang með þátttöku lögreglunnar og meirihluta og minnihluta borgarstjórnar. Aukin upplýsingamiðlun á milli Reykjavíkurborgar og lögreglunnar mun án efa skapa ný sóknarfæri í að bæta þjónustu við borgarbúa á þessu sviði. Svo má þetta alltaf velta því fyrir sér og sjálfsagt að við höfum það í huga alltaf þegar við tölum breytingar á stjórnsýslunni hvort að þetta mun ekki hafa kostnað í för með sér, en eins og við vita þá eru við í borgarstjórn frekar sparsöm og ég tel að þurfi engin kostnaður að hljótast engin auka kostnaður fyrir borgarsjóð að hljótast af slíkri nefnd. Ég held að hafi engin kostnaður verið af henni á sínum tíma, menn hittust yfirleitt hér í Ráðhúsinu eða í húsakynni lögreglunnar
og nefndarmenn voru, nefndarmenn núna þyrfti ekki verið sérstaklega launaðir. Ef að borgarfulltrúar sitji í nefndinni þá sitja þeir auðvitað þessa fundi án þess að þiggja fyrir nokkra auka greiðslu, og eins með þá embættismenn eða starfsmenn lögreglunnar sem myndu sitja í slíkri nefnd. Þeir myndu væntanlega gera það í sínum vinnutíma og engar auka greiðslur hljótast af. Þannig að í mínum huga þetta þannig að hér er ákveðið tækifæri til þess að auðvelda okkur umfjöllun og vöktun með löggæslumálum í okkar sveitarfélagi í Reykjavík, og það þarf ekki að hljótast af því neitt kostnaður, en töluverð sóknarfæri myndi fá töluverð sóknarfæri að þjóna borgarbúum betur. Við þekkjum það bara í okkar nefndum og ráðum. Það koma löggæslumál reglulega upp, og eitt af því sem ég sé til dæmis fyrir mér að hægt var að ræða í slíkri nefnd væru forvarnarmálefni. Það hefur með sparnaði og niðurskurði hjá lögreglunni þá hefur dregið úr þeim þætti. Ég held að forvarnardeild lögreglunnar hafi verið lögð niður, eða það var minnsta kosti starfseminni var breytt, þannig að það er miklu minna fé til hennar en áður, og ég fæ ábendingar og athugasemdir við því að það þurfi að setja meiri kraft í forvarnarmálin, og lögreglan gerir það ekki auðvitað einn og sér. Forvarnarmálin, þetta eru málaflokkur sem vinnst auðvitað best í góðu samstarfi lögreglunnar og borgarinnar, og ég sé fyrir mér að til dæmis bara eitt af verkefnum slíkra nefndar væri að fjalla reglulega þau. En mörg önnur mál komu inn á borð þessar nefndar á sínum tíma sem eru ennþá uppi og síst hefur dregið úr. Það bara nefni ég hávaða í íbúðahverfum nætur, spyrnuakstur í íbúðagötum, alls konar starfsemi, veitingastaðastarfsemi sem kemur inn í hverfi og svo framvegis. Og mér fannst bara merkilegt á sínum tíma að eins og ég segi, samstarfið var gott í nefndinni, og það tókst ótrúlega oft að ná góðri niðurstöðu í henni, og ég hafði þá reynslu af henni að lögreglan var þá eins og nú ætíð reiðubúin til þess að leggja nokkuð á sig, til þess að koma á móts við þau sjónarmið sem komu frá borgarfulltrúum og koma málum til betri vegar. En þetta er sem sagt þetta er tillagan, hún hefur verið kynnt hér, og ég hlakka til að heyra viðhorf annarra borgarfulltrúa til hennar hér í dag. Þá var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, og næst tekur til máls borgarstjóri Jón Gnarr. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við ræðum nú samstarf borgarinnar við lögregluna, og þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir að vekja máls á þessu. Síðan að ég byrjaði að vinna hér, þá hefur samstarfið verið í þessum fundum borgarstjóra við lögreglustjóra og yfirvarðsstjóra, og þeir eru reglulegir, og síðan hefur lögreglustjóri komið að jafnaði, eins og borgarfulltrúinn benti á, svona einu sinni á ári á SSH-fundi, nema sérstaklega standi á. En hann er alltaf, og hefur lýst því yfir, hann er alltaf boðinn og búinn að mæta á fundi og upplýsa. Og skilst mér að þessi háttur hafi verið tekinn upp eftir að samstarfsnefndin var lögð niður, og það er svona árangurinn af þessum fundum hefur verið mjög góður, og samstarfi við lögregluna verið með eindæmum gott, og sem dæmi þá áttum við nú til dæmis ágæti samstarf varðandi uppsetningu löggæslumyndavéla og reglulegt samtal vegna viðburða, svo menningarnætur og svo framvegis, og umferðarmál, forvarnarmál,
og annað í þeim dúr. Við höfum lagt töluvert mikið upp úr því að einfalda og skýra boðleiðir innan kerfa og milli kerfa, það er að segja innan lögreglunnar og innan borgarinnar og annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og hefur það tekist bara ákaflega vel, og svo má nefna í því sambandi líka verkefni Borgarverðir sem hafa nú verið starfandi það bil ár, og það er tilraunaverkefni, samstarfsverkefni milli borgarinnar og lögreglunnar sem varðar þjónustu við útigangsfólk, og þar eru 2 stöðugildi á vegum borgarinnar og 1 stöðugildi á vegum lögreglunnar. Það er lögregluþjónn sem að vinnur með, eða er hluti af borgarvarða verkefninu, og það er ánægjulegt að segja frá því að reynslan af því er mjög jákvæð og hefur gengið gríðarlega vel og mælst mjög vel fyrir, sérstaklega af notendum. Og svo er kannski tilefni til þess að fagna því líka að nú stendur til að byggja nýja lögreglustöð í Grafarholti, og mér finnst bara mjög athyglisvert að skoða möguleika á því hvort það megi eða ástæða sér til að útfæra þetta samstarf eitthvað nánar, og ég veit að lögreglan er algjörlega opin fyrir öllum slíkum hugmyndum og til í samtal það, og já, Stefán Eiríksson lögreglustjóri náttúrulega einstakur maður á margan hátt. Hann hefur svolítið svona slegið nýjan tón í lögreglumálum, og lögreglan heldur til dæmis úti ákaflega góðri Facebook síðu og hefur verið svona í góðu sambandi við borgarana í gegnum Facebook, og þannig að já, ég bara legg til að tillögunni verði vísað í borgarráð til frekari umræðu. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri Jón Gnarr lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði nú rétt bara að koma hérna upp til þess að styðja þetta mál og er ánægð með að heyra jákvæða móttöku borgarstjóra. Ég ætlaði bara að nefna eitt lítið dæmi í þessu samhengi út frá mikilvægi þess að efla þetta enn frekar. Það er gott og blessað að það sé verið að vinna á ákveðnum vettvangi. En til dæmis kom upp svo staða í Brúarskóla daginn, eins og þið vitið að þá eru þar krakkar með mjög erfiðar geðfatlanir og krakkar í erfiðum vímuefnavanda. Kemur upp svo staða að 2 nemendur taka sig saman og fara í starfsmann og lögreglan var hálftíma á leiðinni. Og þegar við fórum að inna eftir því hvers vegna það væri, þá er það vegna þess afleiðing þess að forvarnardeild lögreglunar hafi verið lögð niður, og starfsmaðurinn sem þekkir mjög vel til Brúarskóla hefur alltaf verið í góðum tengslum og þekkt alla nemendur, má ekki lengur, þetta er ekki lengur á verkefnalista þess að viðkomandi manneskju. Og þetta er eitthvað sem við þurfum náttúrulega að tryggja alveg í ystu æsar að þessi krakkar séu mjög og þessi starfsmenn ekki síður mjög góðum samskiptum við forvarnir og lögregludeild borgarinnar. Þetta er svona dálítið sláandi dæmi það að niðurskurður hjá lögreglunni er að bitna bara beint á fólkinu í borginu, og ef við vöktum þetta ekki þá getur þetta bara farið enn lengra. Ég þakka fyrir þessa tillögu. Þá hefur
tillögur borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir umræðuna sem hefur átt sér stað. Ég sé ekki bara annað en að nokkuð góð sátt ríki þetta mál. Þakka borgarstjóra fyrir hans orð. Hann fór yfir sviðið og eins og allir vita þá hef ég ekkert legið á skoðunum mínum þegar ég hef talið að þessi meirihluti hefði getað gert betur í ýmsum málum eða hafi verið mislagðar hendur, þá hef ég ekki tikkað við að nefna það. En mér er líka bara ljúft og skylt að nefna það að ég tel að löggæslumál séu einn af þeim hlutum sem borgarstjóri hefur reynt að sinna mjög vel og meðal lögregluþjóna í borginni þá hef ég hrósirði, hef ég fengið hrós fyrir það að borgarstjórinn hafi lagt sér fram að kynna sér þennan málaflokk og leggja það gott til. Þannig, enda heyrðum við það í ræðu hans hér áðan að hann er vel heima í þessum málaflokki og greinilegt að hann ber hann fyrir brjósti. Við getum alveg fallist á það að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Ég nefndi það hér eins og ég kannski nefnt áður. Mér finnst heppilegra yfirleitt að borgarstjórn ræði málin og taki afstöðu á sínum vettvangi. Mér er oft fundist betra vinnulag að fresta tillögum frekar bara ræða þær og fresta þeim að menn er ekki tilbúin að taka ákvörðun. Ég tel svona almennt séð, ekki bara með þessa tillögur almennt séð tel ég ofta æskilegra að borgarstjórn ræði málin. Við erum málstofa og afgreiðum slíkar tillögur í stað þess að vísa þeim alltaf í önnur ráð. En í þessu málinu sem öðrum, kannski vilja menn skoða þetta eitthvað betur og ég er vissum að það að ef menn skoða þetta með opnum huga þá komast þeir að þeirri niðurstöðu að það sé æskilegt að taka slíka að koma á fót slíkri nefnd sem myndi þá sjálfsögðu bara vinna mjög vel ásamt borgarstjóra því að efla tengslin við lögregluna. Ég tek fram að ég er ekki að halda því fram að samskipti við lögregluna séu í einhverjum lamasessi. Ég held að þau séu að mörgu leyti ágæt, en að þessu leyti má gott bæta og eins og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgarfulltrúi nefndi hér, þá nefndi hún eitt dæmi sem ég hafði líka heyrt. Þetta er svona dæmigert mál sem við hefðum á sínum tíma tekið inn í þessa lögreglunefnd, komið því hratt og fljótt til skila og mér var sagt að þegar ég heyrði þessa sögu sem borgarfulltrúi nefndi hér, þá var mér sagt að þetta hefði verið tekið upp með einhverjum hætti og reynt að koma því til skila en það hefði ekki tekist. Og þetta er ekki eina dæmi, þetta er sjálfsagt alvarlegt dæmi, en svo erum við bara með mörg önnur dæmi, eða nokkur önnur dæmi þar sem samskipti mætti vera betri þó sem mörg hluti góð og svo erum við bara með alls konar verkefni í borginni sem eru fín verkefni, til dæmis bara verkefni nágrannavörslu sem blómstrar í mörgum hverfum borgarinnar sem ég er viss að væri hægt að styrkja enn frekar með því að taka til umræðu í slíkri nefnd. Þannig að ég vil líka hrósa til dæmis eins og borgarvarðaverkefninu. Ég held að séu margir, það er mjög spennandi verkefni og mjög skemmtilegt að mörgu leyti og það er annað verkefni sem þarf eftir að kynna betur og væri hægt að fjalla í slíkri nefnd. Það er ánægjulegt að heyra, ég heyrði þessi lögreglustjóra út af málinu, það ég geti staðfest að tekið við borgarstjóra, hann er einstakur maður og hann er opinn fyrir öllum slíkum hugmyndum, vill auðvitað hafa þetta samstarf sem best. Það er líka ágætt að borgarstjóri minntist hér á lögreglustöð í Grafarholti, hún var opnuð í síðustu viku og ég held að þetta sé stórt framfaraskref í löggæslumálum hér í Reykjavík, ekki síst í eystri hverfi borgarinnar og held að sé ástæða til hér á pontu til þess að bara óska íbúum á því svæði til hamingju með það stöð. En eins og ég segi, ég bara þakka fyrir góða viðtökur og þó að sjálfsög við höfum kosið að hún er bara samþykkt hér til það, þá föllust við á það málsmeðferð að henni verði vísað til borgarráðs og þá sjálfsög í trausti þess að það verði fjallað málið þar á jákvæðan og faglegan hátt. Þá
þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá ef ekki fleiri hvart sér orðs undir þessum lið. Lagt hefur verið til að tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins löggæslumálefni verði vísað til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja vinsamlegast gefi merki. Og það voru allir. Tillagan það er þá samþykkt að vísa tillögunni til borgarráðs með 15 samhljóða atkvæðum. Og þá